Góðan daginn, kæru okkar. Tími dagsins blanda af yin og yang jóga þar sem við ætlum að halda stöðunum í 3 mínútur, þar að segja teygjunum, og inn á milli ætlum við að taka miðjustyrkjandi æfingar sem við ætlum að halda í mínútu. Þannig að við erum að blanda saman teygjum og svo kraft og styrk. Þurfum nokkur hjálpatæki, gott að hafa kubba, og ef þið ekki kubba heima þá bara eru bækur eða eitthvað álíka bara mjög snjallar. Það fínt að hafa band og ekki verra heldur að hafa teppi. Og þetta eitthvað sem við gætum auðveldlega náð okkur í heima. Allavega, við skulum byrja bara strax á fyrstu stöðunni. Við ætlum að taka mínútu í brúnni eða hálfbrúnni. Setjum iljarnar í gólf, hendur niður með hliðum eða hér upp fyrir höfuð. Við lyftum okkur upp og við höldum hér í mínútu. Vöndum okkur við að halda alveg kjörr í stöðunni, finna styrkinn í lærvöðvanum, spenna létt kviðvöðvana, stíga vel í fætur og af því til fyrsta staðan, og við förum ekki neina sérstaka upphitun, heldur bara beint inn í stöðurnar. Þá skulum við nota þessa stöðu núna til að lenda aðeins í líkamanum, átta okkur á hvar við erum stödd, pressa tánum niður, táberginu, hælunum, finna hvernig ökklarnir eru, aðeins að spenna betur lærvöðvana, rassvöðvana, finna hvernig við erum stemmd í mjóbakinu, aðeins að ýta betur upp bringubeininu, slaka á hálsinum, slaka á kjálkanum og finna kraftinn í miðjunni að hann heldur okkur uppi. Og mínútan liðin, líður hratt, og eftir þessari bakfættu ætlum við að fara í hliðarvindu. Ætlum að réttur hægri fæti, ætlum að stíga út fyrir með vinstri og taka með hægri hönd í vinstra hné og leggja það hér niður í gólf. Reyna að halda vinstri öxlinni í gólfi, snúa svo höfðinu og horfa út eftir handleggnum. Og við höldum þessari stöðu í 3 mínútur. Öndum rólega í stöðunni. Og þegar við hittum ekki upp, þá auðveldara að ná í sinafesturnar, vöðvafesturnar, þar sem að vöðvarnir festast við beinin eða fara yfir liðamót. Og þá erum við ekki beint að teygja á vöðvanum sjálfum, heldur erum við að reyna að ná alveg í ystu mörk á vöðvanum. Við skulum reyna að snúa vel upp á okkur í þessari stöðu, snúa höfðinu vel yfir til vinstri, reyna að pressa hnéð svolítið niður í gólf, án þess að vera með eitthvað off-force, heldur svona meira ákveðin en samt yfirveguð. Í öllum snúningum mikilvægt að reyna að anda sem allra dýpst, reyna að þenja út rifbeinin, finna allt plássi sem við getum skapað fyrir lungun. Við erum rúmlega hálfniðin í stöðuna. Þannig að líkaminn ætti að fara að gefa eftir, samþykkja, slaka á inn í stöðuna. Það tekur svona cirka mínútu og 20 sekúndur fyrir vöðvana að slaka á og gefa eftir og byrja í alveg að lengjast.
hálfa mínútu. Kláraði alveg að reyna að koma hnén niður í gólf eða ýta öxlinni aðeins betur niður, hvort sem hentar betur í dag. Og svo skulum við fara að afvinda okkur í rólegheitum og á milli ætlum að taka aftur brúna því að bakfættur og snúningar fara mjög svo vel saman. Þannig að við lyftum okkur aftur upp núna. Það er auðvitað velkomið að lyfta sér upp í fulla brú upp í jógahjólið ef að það er eitthvað sem að líkaminn kallar á eða gleður ykkur og halda þeirri stöðu, þrýsta þá vel í gegnum lófana, reyna rétt almennilega úr handleggjunum og fótleggjónum. Ef við erum í brúnni eða hálfbrúnni þá reynum við að þrýsta vel í gegnum fætur, lyfta vel upp miðjunni, lyfta vel upp bringubeininu, finna hálsinn er langur á dýnunni. Stíga í stóru tærnar, stíga í hælinn, spenna vel rassvöðvana. Og svo slökum við okkur niður úr stöðunni, réttum núna úr vinstri fætinum, stígum með hægri út fyrir og veltum okkur niður. Reynum að halda hægri öxlinni alveg kjörri í og hægra hnéð fer niður í gólf. Horfum út eftir handleggnum, nöndum djúpt, slökum vel á inn í stöðuna. Horfum út eftir handleggnum eða lokum einfaldlega bara augunum og reynum að bráðna svolítið inn í stöðuna. Ýtum öxlinni vel niður, reynum að koma hnénu líka þéttingsfast ofan í gólf, finnum togið í brjóstvöðvanum og út handarkrikann, í bakinu, utan á mjöðminni, misjafnt hvar við finnum þessa teygju, fer eftir því hversu hátt við tökum hnéð upp, það er að segja hvort það fer nær andlitinu eða fjær, eftir því sem við drögum lærið eða hnéð ofar, því ofar í baki fyrir teygjan. Við getum svolítið stillt af hvað það er sem við sækjumst eftir í dag. Eigum eftir mínútu í þessari stöðu. Reynum að bráðna alveg inn í hana. Njóta þess að snúa almennilega upp á okkur. Anda djúpt. Finnum við svo við getum þanið alveg út. Rifbeinin, lengt aðeins bilið á milli þeirra. Snúið aðeins betur upp á mjaðmagrindina. Aðeins betur en síðustu 10 sekúndurnar. Myndum okkur svo tilbaka og klárum þetta af. Setjumst upp. Við ætlum núna að taka útgáfu af bátnum, þar sem að við krossleggjum fætur, drögum hnén alveg að, setjum hendurnar hérna fram fyrir hnén og höldum núna í mínútu hér. Styrkjum miðjuna, reynum að draga hnén eins nálægt okkur að hægt er og í raun og veru þrýsta lófunum í burt frá okkur í leiðinni. Reynum að setja bein í baki og eins og alltaf í bátnum,
Svona brosa pínlítið af því að við getum setið algjörlega upprétt í þessari stöðu. Drögum hnén aðeins betur að. Ýtum aðeins betur í gegnum lófana. Lengjum aðeins betur hnakkan. Pínulítið betur síðustu 10 sekúndurnar. Og losum. Tökum fætur sundur. Snúum okkur að vinstri fótleggnum og hér getur verið gott að hafa kubb eða teppi eða eitthvað. Getum lagt vinstri framhandlegginn á kubbinn, lagt hann hérna við fótlegginn innanverðan. Tökum svo hægri höndina hérna upp meðfram eyranu. Teygjum okkur í tærnar, það ekki víst að við náum í þar. En ef við náum þá höldum við í stóru í 3 mínútur. Reynum að vera kjörr, róleg. Anda djúpt hérna inn í hliðina. Leifum bara vinstri höndinni að liggja á kubbnum eða liggja hún í gólfi. Getur líka haft kubbinn ofan á hnénu eða sköflungnum til að stytta leiðina niður. Sjáum bara hvað hendar betur í dag. Reynum að sitja í báðar. Höldum í stóru tanna. Eða erum á leiðinni þangað niður. Getum fundið smá teygju aftan á lærinu. Getum líka fengið teygjuna bara hérna inn í mittið ef svona teygjur eru hættar að virka aftan á lærin. Þú reynt að dýpka teygjuna með því að leggja efri hluta líkamans ennþá fastar ofan á fótlegginn. Mínúta eftir. Anda djúpt og rólega. Okkur liggur ekkert á, þetta er okkar stund í að liðka kroppinn, mýkja vöðvana, koma blóðinu á betri hreyfingu, auka orkuna. Hálfa mínútu eftir í þessari stöðu getum valið að setjast aðeins betur í báðar, teygja okkur aðeins betur eftir fætinum og lagst aðeins þéttar ofan á vinstri fótlegginn. Íkja aðeins allt saman rétt áður en við losum svo takið, afvindum hægri handlegginn upp, réttum okkur svo í rólegheitum upp úr stöðunni. Þá þurfum við að gera aftur eins og áðan nema nú krossum við öfugt og ef þið munið ekki hvort, prófið bara að krossa, þá sjáum við hvað er svona default sjálfgefið mót hjá ykkur og gerið öfugt við það. Og við draugum aftur fæturnar upp að handakrikunum, ýtum lófunum fram og haldum fæturnir á lofti. Þær kviðvöðvarnir sem halda fótleggjónum uppi, bein í baki, lengjum hálsinn, brosum aðeins, finnum miðjuna vinna. Ýtum aðeins betur í gegnum handleggina, draugum hnén aðeins nær ef við mögulega getum. Brosum kannski aðeins breiðar líka. Við erum bara 15 sekúndur eftir. Þær líða hratt. Draugum hnén aðeins nær ef við mögulega getum. Látum miðjuna vinna. Og svo slökum við niður
færi fætur aftur í sundur. Það þarf ekki að nota kubbinn, en mér finnst alltaf þægilegt þegar ég tek þessa stöðu svona lengi að leggja bara þá hægri núna á kubbinn hérna upp við fótinn. Halla mér svo yfir, tek vinstri höndina hér upp, gríp í tærnar ef ég vil. Get líka verið hér, látið þyngdaraflið vinna bara með mér. Og við ætlum að halda þessar í 3. Njóta þess að anda rálega. Þurfi ekki að vera mikið læti í okkur eða þvingun. Heldur meira bara svona að bráðna í rólegheitum inn í stöðurnar. Hálfnuð. Reynum þá að fara aðeins dýpra inn í stöðuna. Íkja tauginn aðeins. Dýpka höndunin aðeins meir. Sitja aðeins fastar. Toga aðeins betur. Og reyna að vera kurr. Oft mesta áskorunin í því að halda stöðuna svona lengi. Það einfaldlega bara geta verið kurr. Eyrðarleysið stundum alveg að fara með okkur. Bresturinn og athygli, hvort sem hann áunninn eða meðfæddur á því að lifa svona hröðum lífstíli sem við gerum flest. Og það bara heilmikil áskorun að slaka á, gefa eftir og halda sömu stöðunni svona lengi. 3 mínútur eru samt ekki langur tími svona við erum með hefðbundið yin yoga. Þá erum við jafnvel að halda þessari stöðu í 7-10 mínútur. Og við finnum rosalega oft í hefðbundnum jógatímum eftir að við höfum haldið lengi og tekið djúpar í innstöður. Hvað við komast betur inn í og vöðvarnir eru mýkri. Einhvern veginn eins og eitthvað hafi gefið eftir og opnað sér betur. Við eigum 20 sekúndur eftir. Við skulum íkja allt pínulítið, toga aðeins betur, leggjast lengra niður, setjast betur. Aðeins dýpka andardráttinn, fara lengra inn og losa svo takið og koma upp í róliheitum. Og þá ætlum við að gera miðjustöðu á móti. Við ætlum að taka plankastöðu. Þið getið tekið plankan í mínútu á tánum og upp á með beina handleggi. Það er líka hægt að fara niður á olnbogana, vera á hnjánum. Bara það sem hentar. Reynum að halda plankanum svolítið beinum. Það er eins og við getum. Reyna að hafa lófana undir öxlunum. Leiða frá miðjunni. Nú veit ég ekki hvað tímanum líður. Haldið plankanum. Held að við séum, meira en hálfnuð. Við eigum ekki nema 15 sekúndur eftir. Skulum halda. Tveir og 1. Komum niður og við förum beint í svingsinn. Við ætlum að halda honum svo í 3 mínútur. Það svipaði svo kóbran nema að við ætlum að hafa framhandleggina flata á dýnunni, lyfta höfðinu aðeins, horfa beint fram og halda þessari stöðu í 3 mínútur. Stólutærnar snertast,
Vöðvarnir í fótleggjunum eru alveg slakir, rassvöðvarnir alveg slakir. Þeir vilja gjarnan skipta sér af í þessari stöðu, spennast og taka þær af leiðandi frá því að sveigjan í bakinu vinni bara fyrir sig sjálf. Slökum á mjaðmagrindinni, finnum lífbeinið og mjaðmabeinin snerta dýnuna. Drögum okkur aðeins fram, lyftum svolítið hökunni. Munum slakir kálfar, slakir fótleggir, slakir rassvöðvarnir. Bara sveigjan í bakinu sem að vinna og okkar eigin andardráttur, djúpur, rólegur, yfirvegaður. Mínútu eftir munum að slaka á bakinu. Slaka á fótleggjunum. Anda djúpt, lyfta hökunni. Horfa upp. Síðustu hálfu mínútuna getum við ýkt stöðuna aðeins ef við viljum með því að þrýsta í gegnum lófa og rétta alveg úr handleggjunum. Það þarf hins vegar ekki og við getum alveg verið áfram niður á framhandleggjunum og olnboganum. Komum við úr þessari stöðu og ætlum að taka millistöðu, við ætlum að taka hliðarplanka og þið ráðið í hvort þið taki hliðarplankan bara strax hérna upp á beinum handlegg og lyftið hinum upp á móti eða komið niður á hné og haldið í mínútu hér. Haldum stöðunni. Reynum að rétta handleggina vel í sundur, hvort sem að vera með hnéð niðri eða fótleggina alveg beina. Þrýsta vel í gegnum lófa, hlífa öxlunum eins og við getum. 20 sekúndur eftir, það er erfitt að halda hliðarplankanu lengi, krefjandi staða. 10 sekúndur. Og koma niður, ljómandi. Við skulum núna fá smá teygju framan á lærin, komum upp á hnén, stígum fram með hægri fót, setjum hendur á mjaðmir og ýtum okkur niður í hálfmánastöðuna. Hér, af því við ætlum að halda inn í 3 mínútur, getur verið alveg lifesaver að hafa teppi undir hnéð. Setjum við teppið bara undir, ýtum okkur niður, höldum stöðunni, teygjum hendurnar gjarnan upp á móti ef við viljum, horfum upp. Getum líka haft hendurnar áfram bara hér á mjöðmum eða spennt greipar aftur fyrir höfuð og hort upp þannig. Hvað sem að virka fyrir okkur. Fá teygjuna framan á lærið.
inn í náran. Þrýstingurinn á hnénu alveg hræðilega mikill og þetta alveg ómögulegt. Þá getið þið lagst á hliðina og sótt bara annan fótinn í svona hefðbundna framan á læristeygju. Já, þetta mjög auðvelt og krefst lítils af ykkur. Þá getið þið beygt vinstri fótinn og sótt hann með vinstri hönd eða jafnvel báðum. Það alltaf hægt að bæta á. Það líka hægt að snara fótinn með bandi jafnvel og draga hérna hann upp ef við náum ekki í hann. Þið prófað hvaða útfærslu sem en aðalmálið að reyna að halda þeirri útgáfu sem við ákveðum. Þannig að ef þið ákveðið að breyta útgáfu, setið þá snöggt á pásu, menn þið komið ykkur inn í þá útfærslu sem þið ætlið að halda. Við eigum mínútu eftir af þessari góðu stöðu. Skulum reyna að halda henni, reyna að vera kjurr, fara dýpra niður. Og ef það alveg ómögulegt orðið að vera hér uppi, þá ekkert að því að koma hérna niður á lófana, jafnvel olnbogann eins og við séum að fara í eðlustöðuna. Það er sama í raun og veru teygja og jafnvel dýpri framan á lærinu. Þannig að það eiga allir að geta þolað við í einhverju útgáfu af þessari stöðu í 3 mínútur. Við höfum bara hálfa mínútu eftir, þannig reynum að anda rólega, klára. Komum okkur svo úr stöðunni í rólegheitunum til að taka hliðarplankan hinum megin. Hvort sem þið með fæturna beinar. Það má líka taka hliðarplankan á olnboganum í mínútu. Við byrjum núna. Og jafnvel stíga hérna fram fyrir og halda sér uppi hér. Einfaldasta útgáfan kannski. En hlífir kannski mest öxlunum ef þær eru viðkvæmar. Réttum vel úr handleggjónum, það í boði. Þrýsta vel í gegnum lófan ef þið eru með handlegginn beinan. Annars ýtum við í gegnum olnbogann. Tökum 20 sekúndur í viðbót. Og klárum. Ljómandi gott. Þá skulum við teygja á lærinu hinum megin. Setjum teppið undir hnén. Ef við viljum. Stígum þá fram með vinstri núna. Setjum hendur á með mér og ýtum okkur aðeins fram í stöðuna. Og byrjum að halda. Hendur á með mér. Hendur upp, hendur fyrir aftan hnakka, hvernig sem eða ef þetta er alveg ómögulegt, leggjast bara á hliðina og grípa í fótinn þannig. Það má líka ef að þetta er hægt að vera krefjandi, sækja hægri með hægri, jafnvel báðum og pressa þannig. Það getur líka verið mikill dagamunur á okkur. Finna góða teygju hérna framan á lærinu, það er aðalmálið. Hérna komið niður á lófana líka eða olnbogana, eins og við séum í eðlustöðunni. Verður oft dýpri teygjan þannig
ef við erum að sækjast eftir teginu sérstaklega inn í mjaðmagrindina, þá getur verið mjög gott að koma niður í þessa stöðu síðustu mínútuna. Ígjum alveg stöðuna eins og eitthvað þungt sitja ofan á mjaðmagrindinni. Viss fá sér sæti á rassinum á okkur. Við höfum hálfa mínútu eftir í þessari stöðu. Og svo komum við rólega upp úr stöðunni, tilbaka, færum teppið frá, tökum eina miðjustöðu í viðbót, áður en við tökum síðustu teygjustöðuna. Við ætlum að taka bara bátinn og halda honum í mínútu. Við tekið hvaða útgáfu sem við viljum af bátnum og hér getur bandið verið mjög snjallt. Ef við treystum okkur ekki til að halda bátnum í mínútu, getum við bara snara fætur og haldið í mínútu. Getum líka sleppt bandinu og haldið við hnén eða einfaldlega haldið okkur bara upp í bátnum. Þetta er svipað eins og vorum með fæturna krosslagða, nema við ætlum að rétta helst úr fótunum ef við getum, en þeir mega vera hér ef að réttum úr hálsinum, efri hluta líkamans, brósum. Fimmtán sekúndur eftir. Og losum okkur úr bátnum. Við erum að taka froskastöðuna svo síðast. Þá er eiginlega mjög gott að hafa teppi. Skulum rétta orðið aðeins fyrir utan dýnuna, krumpa þessu upp svona í miðjuna og hafa svona 2 slétta búta hérna til hliðanna, koma hnjánum þar fyrir, renna okkur svo í sundur og leggjast. Við erum með hnén í 90 gráður, ökklana í 90 og við pössum að fara ekki of framarlega eða setja rassinn á mikið út í loftið. Heldur bara að leyfa lærunum að renna í sundur eins og sem að fara í spíkat og við ætlum að halda í 3. Halda rólega. Pössum okkur að leggjast ekki of framarlega. Verður þetta of auðvelt, of þægilegt, en þetta heldur ekki verið þannig að við séum alveg gjörsamlega að drepast eða rifna alveg í sundur. Það er svona að finna einhvern fínan milliveg, daðra svona einhvern veginn við sársauka mörkin, en alls ekki fara yfir þau. Og svo eftir mínútu og 20 sekúndur þá oftast getum við slaka betur á inn í stöðuna, gefið aðeins eftir, bara að láta þyngdaraflið vinna með okkur. Halda stöðunni og slaka á inn í stöðuna. Finnum hvernig við getum flatt úr mjóbakinu í þessari stöðu. Jafnvel gert aðeins kúpt. Við getum látið
Hnén renna bara í sundur. Hvað tók hvernig tímanum líður. Við eigum eftir mínútu í stöðunni. Skulum nota þessa mínútu vel. Njóta hennar. Hugsum eitthvað fallegt. Hvað ætlum að gera skemmtilegt í sumar? Hvað ætlum okkur að borða eftir jógatíma? Eitthvað sem gleður okkur meira heldur en að lærin á okkur er að renna alveg í sundur og við erum alveg dætt í spíkati hérna. Einhverjir komnir heima alveg í flenni spíkat, geta bara rétt úr njánum líka og þetta er bara komið. Við eigum 20 sekúndur eftir, gefum alveg eftir. Og svo í rólegheitum ætlum við að fara að draga hnén saman og koma okkur upp í krjúpandi stöðu. Og við ætlum að setjast aðeins aftur á hælana. Láta rófuna lafa, slaka á mjóbakinu, opna hnén. Svo skulum við skipta eins og gír núna, fjarlæga teppið og sækja okkur bandið. Við ætlum að fara inn í slökun með nokkrum teygjuæfingum. Við ætlum að snara hægri og taka með hægri hönd í bandið. Byrja fyrst bara á því að halda fætinum beint upp. Planta vel ylinni á vinstri í gólf. Sá fótur er akkerið okkar, hann er alveg stöðugur. Svo ætlum við hægt og rólega að láta hægri fótinn síga út til hliðar. Og það er ekki endilega máli að koma hann niður í gólfinu ef hann dettur bara þangað án mikillar fyrirhafnar. Það getur vel verið að sé hérna aðeins á lofti, en kannski fer hann bara ofan í gólf og þá er það bara þannig. Við ætlum að reyna að hafa báðar raskinnarnar í gólfi. Því oft þegar maður lætur fótinn falla of langt út til hliðar, þá fer að verða svona einhver einkennilegur snúningur. Meðan maður beinir vísa upp. Hérna. Ilinn alveg plöntuð föst í gólfi á vinstri. Og fóturinn fellur út til hægri. Svo draugum við fótinn aftur upp í miðju. Og ætlum að krossa þannig að öglinn liggi hérna á lærinu, á vinstra lærinu rétt fyrir ofan hné. Eins og sem á búti 4. Nema við ætlum að stíga vel í ilinn á vinstri og lyfta upp mjöðmánum. Svona eins og við séum í hálfbrúnum og bara á öðrum fæti. Og við ætlum að halda þessari stöðu aðeins. Halda stöðunni. Fara í rólegheitunum. Reyna að lyfta rassinum almennilega upp. Lófarnir snúa upp. Handleggirnir slakir. Það er bara vinnan að fara fram í miðjunni, rassvöðarnir, lærvöðarnir, kviðvöðarnir sem eru að vinna. Svo skilum við mjöðmánum niður og haldið fótstöðunni sem einfaldlega bara að draga fæturnar aðeins nær og rétta núna úr vinstri beint upp í loft. Ef þið hafið viðkvæm hné, þá skulið endilega halda við hægra hnéð með hægri hönd og jafnvel halda við
vinstri fótinn með vinstri hönd og draga bara sköflunginn þannig að hann leggist þvert yfir kassan. Annars bara erum við hér með fótinn beint upp og við erum svona að vinna í því hægt og rólega að leggja hægri fótinn hérna beint yfir kassan. Gerist kannski ekki í dag, kannski á morgun. Kannski erum við bara með frábært tak á fætinum, getum faðmað hann alveg að okkur. Finnum þess að dásamlegu djúsi teygju hérna utan á lærinu, utan á mjöðminni. Höldum aðeins. Og svo losum við. Ljómandi. Skulum gera eins hinum megin, snara vinstri, planta núna yfirn og hægri vel í. Annars bogið hnéð. Leggjum hægri höndina út, lófinn snýr upp. Hægri fóturinn er akkirið okkar og við höldum með vinstri hönd í bandið og fóturinn vinstri fellur út til hliðar. Báðar liggja á gólfinu, mjaðmarbeinið vísar upp í loft hérna hægra megin, ylinn er í gólfi. Það er bara vinstri fótleggurinn sem er að falla út. Kannski niður í gólf, kannski ekki. Kannski langur vegur, kannski liggur hann bara afslappaður þarna, þá njótum við þess að hafa þann liðleika. Höldum aðeins. Það getur verið munur á milli hliða líka. Kannski fór hann auðveldlega niður hinum megin, vantar aðeins upp á hér eða öfugt. Þá vitum við að það er einhver svona ósamhverfa í okkur sem við þurfum að vinna með. Drögum við fótinn aftur upp í miðju, lósum bandið af, beygjum og leggjum vinstri ökklan hérna á hægra lærið rétt fyrir ofan hné. Og við ætlum að stíga í hægri og lyfta upp miðjunni. Lyfta upp, halda, handleggirnir eru slakir, lófarnir snúa upp. Við lyftum upp mjöðmunum og höldum þeim uppi. Finnum við getum stigið vel í hægri fótinn, í tærnar, getum fundið fyrir þeim öllum, í tábergið, í hælinn. Kannski getið þið lyft bara hátt upp og náðu alveg frábæri teygju jafnvel framan á lærin í leiðinni. Höldum aðeins lengur, pínulítið. Svo slökum við niður, höldum fótstöðuna alveg kjurri því við ætlum bara að rétta úr hægri fæti beint upp í loft. Og munum við getum haldið við fótinn með vinstri höndum, vinstra hné og hægri fótinn sjálfan og dreigið hann hérna bara að okkur. Og svo erum að leggja sköflunginn hérna yfir brjóstkassan. Við tókum eins og við þurfum til þess að fá teygjuna utan á lærið, utan á mjöðmina. Höldum aðeins lengur. Pínulítið og slökum svo niður. Ljómandi gott. Skulum við taka smá slökun svona í lokin, rétt úr fótunum. Ef þið eru með kubb, þá getum við nota tækifærið og aðeins komið kubbnum fyrir hérna undir spjaldinu, sett neðri brúnin á kubbnum þar sem að rassinn breytist í bak. Getum tekið 2 mínútur á slökuninni þannig. Ef ekki, þá bara leggist í hefðbundna slökunarstöðu. Lófarnir snúa upp, fætur falla í sundur. Við lokum augunum. Við höfum bil á milli varanna. Slökum á inn í kroppinn. Slökum á í huganum. Hægjum svolítið á andardrættinu. Hægjum
svo á fráönduninni. Og ef við erum með kubbinn, þá getum við þess vegna klára slökunina með kubbinn undir. En við getum líka aðeins sett iljarnar í gólf og kippt kubbnum svo burtu og rétt svo úr fótunum. Við skulum aðeins krumpa tærnar, kreppa svo ökklana, ýta hnésbótunum niður, spenna rassvöðvana, ýta niður hnésbótunum og spenna rassvöðvana og slaka. Við skulum hlusta á andardráttinn okkar. Við veitum þessu athygli hvaða hljóð eru í umhverfinu. Í hverju heyrum við? Er þögnin alveg fullkomin? Eða er einhvers staðar eitthvað sem heyrist í? Einhver tæki í gangi, klukka, fólk úti. Við veitum þessu athygli, en dveljum ekki við það. Viðurkennum að þessi hljóð eru í umhverfinu. Þau trufla okkur ekki. Við stjórnum þeim ekki. Það eina sem við stjórnum er það sem við erum að gera akkurat hér og nú, sem er að slaka á líkamanum, kalla fram slökunarhormón, draga úr streituviðbrögðum og byggja þannig upp þol í líkamanum gagnvart álagi. Það þarf oft ekki meira heldur en rólega öndun og það að sleppa taki á hugsunum sínum og viðurkenna að það eina sem við höfum stjórn á er okkar eigin viðbrögð við lífinu. Og á milli þess andartaks sem við verðum vör við áreiti og bregðumst frá við því er pínlítið moment þar sem við getum valið hvernig við bregðumst við. Og þegar við erum full af streitu þá tínumst við í þessu momenti og bregðumst ekki alltaf við eins og við vildum helst. En eftir því sem við náum betri tökum á slökun með djúpri öndun og yfirvegaðri hugsun, því meiri stjórn náum við á þessu mómenti, þessu litla andartaki á milli áreitis og viðbragða. Og það er það sem við erum að reyna að gera í jóga.
Við erum í raun og veru jóga til að fungera betur í lífinu. Flestir koma inn í jóga til þess að rækta líkamann. En átta sig svo hægt og rólega á því að við erum um leið að þjálfa hugann. Og allt kerfið í okkur. Við skulum anda mjög djúpt. Við skulum halda þess. Og við skulum anda rólega frá. Og við skulum aftur anda djúpt. Halda. Og anda rólega frá. Og einu sinni enn. Djúp, djúp innöndun. Halda neitt andartak. Og anda rólega frá. Við skulum kreppa hnefa og spenna út fingur. Krumpa tær og spenna út tær. Kreppa ristar og rétt úr ristum. Og draga svo upp hnén og aðeins að teikna litla hringi með mjóbakinu. Rugga okkur svo upp í sitjandi stöðu. Setjast aðeins með krosslagða fætur. Setjum svo hendurnar saman. Þökkum okkur sjálfum fyrir að taka frá þennan tíma í deginum til að sinna jógaiðkunin okkar. Og það er svo hollt að beina athyglinni líka að einhverju jákvæðu sem við getum verið þakklátt fyrir í okkar eigin lífi. Það er eiginlega bara staðfest að það eykur lífsánægju okkar að muna eftir því að þakka fyrir það sem við höfum. Segjum takk fyrir í dag. Namaste.